Góða kvöldi og velkomin í Gjarnan. Í upphafi viku var sett lögbann á umfjöllun Stundarinnar gögn sem voru lágu út úr Glitni eða Glitni Holdco, eignarhaldsfélagi sem stofnað var utan eftirstandandi eignir gjaldþrota bankans Glitnis. Lögbannið hefur vakið mikla athygli vegna þess að það er raunverulega sett á fréttaflutning sem hefur ekki átt sér stað. Stundin og aðrir miðlar sem vinna með henni að þessum fréttaflutningi mega ekki flytja fréttir byggðar á gögnum innan úr Glitni á meðan lögbannið er í gildi. Við ætlum að ræða þetta lögbann hér í kvöld. Fyrsti gestur minn og sestur hérna hjá mér er Jón Ólafsson, prófessor og formaður Gagnsæis. Vertu velkominn. Takk. Gagnsæis setti frá sér mjög harðorða tilkynningu eða yfirlýsingu vegna þessar lögbanns. Getur þú svona kannski í stuttumáli útskýrt fyrir mér hvað það er sem þið gerir helst athugasemdir við? Já, við gerðum athugasemd bara við þetta inngrip í starf frjálsra fjölmiðla í lýðræðisríki. Það að segja, í þessari fordæmingu frá okkur kemur fram að við sjáum ekki út frá eðlilegum sjónarmiðum, pólitískum og siðferðilegum að það hefur verið þörf fyrir þetta lögbann. Og bæði inngrip bara sem slíkt og líka þegar maður fyrir að skoða rökstuðninginn í lögbannsbeiðninni sjálfri sem var birt náttúrulega í Kjarnanum eða var linkuð inn á Kjarnan allavega, að þá er í rauninni mjög furðulegt að sjá hvernig ósköpunum sýslumannsembættið getur fallist á þau rök sem þar koma fram fyrir þörfinni fyrir þessu inngripi í starfsemi fjölmiðla. Þarna er verið að fá lögbann á grundvelli, ég meina þeir lögveru hagsmunir sem Glitnir telur fram eru þeir að þarna þetta geti skaðað orðspor og ímynd þessa eignarhaldsfélaga utan þessar eignir og viðskiptavina þeirra sem þessi gögn fjalla Maður velti fyrir sér, getur eignarhaldsfélag sem hefur þann eina tilgang að leggja sig niður eftir að hafa selt eignir gjaldþrota banka sem hafði mikil áhrif samfélagslega þegar hann féll fyrir 9 árum síðan. Getur hann borið fyrir sig orðsporsáhættu og skaða með þeim hætti sem þeir gera? Það er mjög erfitt að sjá það og við tökum einmitt sérstaklega fram í þetta atriði í yfirlýsingunni sem við sendum. En það er kannski líka rétt að kannski benda það sem ég held að kunni vera kjarni málsins í kröfunni og það er þetta að Stundin hafi undir höndum gögn ýmissa annarra einstaklinga heldur en forsætisráðherra og það kunni að vera að þessa upplýsingar aðra verði birtar og mat fyrirtæki sem sér að ef hugsanlega kannski í framtíðinni Stundin ákveður að birta upplýsingar alls konar annað fólk heldur en forsætisráðherra, þá muni hugsanlega kannski vera ástæða fyrir þetta fólk til að lögsækja fyrirtæki. Þetta er orðið svo fjarlægt og svo spekulatíft að það er gjörsamlega ómögulegt að sjá þetta sem rök í svona stóru máli. Fyrir nú utan það að það er ekkert sem að bendir til þess að Stundin hafi haft í hyggju að birta upplýsingar einhverja aðra heldur en forsætisráðherra eða þá sem að tengjast almannahagsmunum sérstaklega. Þannig að hérna held ég að það sé, það mætti hugsa sér það. Við skulum segja að við stæðum frammi fyrir því að einhver miðill eða einhver aðili ætlaði sér og hefði lýst því yfir að hann ætlaði sér að birta alls konar upplýsingar af þessu tagi. Þá mætti ímynda sér að það gæti verið ástæði fyrir sýslumann til að stöðva það með lögbanni. En í þessu máli þá er bara gjörsamlega ómögulegt að sjá það. Það hefur verið, veit ekki venja í vestrænum lýðræðis samfélögum að ákvörðun það hvað á erindi við almenning liggi hjá ritstjórnum fjölmiðla, ekki hjá stjórnvöldum eða öðrum yfirvöldum og þeir sem þá telja á sig brotið, telja sig orðið fyrir miska eða skaða, geta sótt bætur eða sótt kært eða hvað sem þið vilja ef þeir telja að einhver lög hafi verið brotin eða of langt hafi verið gengið. Það eru mekanismar til staðar við það. Þetta inngrip er fordæmalaust að stjórnvald grípi inn í umfjöllun sem er ekki orðin, er það ekki rétt? Já, nú skal ég ekki segja að það sé endilega fordæmalaust að þarna við skulum segja að það sé ástæða til að koma í veg fyrir yfirvofandi tjón.
Það sé á við að vegna þess að það ekki einu svona eins og þegar það var sett lögbann á birtingu gagna og lánabók Kaupþings hérna fyrir nokkrum árum, þá var borið fyrir sig viðskiptalega hagsmuni sem voru kannski aðeins meira skiljanlegir vegna þess að þetta voru lifandi lán og fyrirtæki í starfsemi. En núna er verið að tala þeir veit ekki einu svona hvaða gögn þeir eru með undir höndum og lögbann sett á. Já, og það er kannski fyrst og fremst þetta að bæði eru hagsmunirnir miklu óljósari og miklu fjarlægara að til þess komi að brotið sig í gegn þeim. En ég myndi kannski líka aðeins vilja horfa á það það eru þessi hugtök, lýðræðisríki, málfrelsi, tjáningafrelsi, upplýsingafrelsi og svo framvegis sem að koma öll upp í umræðuna þegar við förum að tala um þetta. Ritskoðun auðvitað. En það er líka annað hugtak sem hefur nú verið mikið í umferð hér á Íslandi eftir hrun og það er samfélagssáttmáli. Og ég held að það eigi alveg við að nefna hann í þessu sambandi vegna þess að samfélagssáttmálinn gengur náttúrulega út á það fyrst og fremst að ekki bara stofnanir ríkisvaldsins heldur þær stofnanir sem að þurfa á trausti almennings að halda og njóta trausts almennings og það geta líka verið einkafyrirtæki, til dæmis bankar, ekki síst eignarhaldsfyrirtæki utan gjaldþrotabanka og það er furðulegt að sjá ef maður skoðar rökstuðningin í lögbannsbeiðninni þar sem að þessi krafist ekki aðeins að fréttaflutningurum verði stöðvaður heldur að gögn verði gerð upptæk og fréttum eitt af miðlinum sem er náttúrulega bara tákgræn aðgerð því að á netinu lifir allt hvort þið er fyrir nú utan að það er búið að prenta mikið af þessu. Þannig að það sýnir okkur að lögmannsstofan logos í þessu tilfelli og fyrirtækið. Við getum ekki alveg sett alla sökin á sýslumannsembættið sem að vissulega felst á lögbannskröfuna án þess að mínum mati hafa til þess haldbær rök. Heldur það líka þessi mikilvægu fyrirtæki, stór lögmannsstofa í Reykjavík, þetta fyrirtæki að það skuli þykja eðlilegt innan þeirra að krefjast aðgerða sem í rauninni væri óhugsandi að gætu átt sér stað nema í einhverju harðstjórnar- og einræðisríki, að þeirra sé krafist í samfélagins okkar. Ég held að við ættum að gera þá kröfu líka til fyrirtækja að þau séu tilbúin til þess að verja og styðja samfélagssáttmálann og eðlilega lýðræðislega umræðu. Þegar þú minnist á traust, við náttúrulega erum að glíma hérna við mikið traust vandamál og það má jafnvel fara rök fyrir því að þetta traustleysi sé svona rót helsta vandans sem við sem samfélag erum að glíma við. Eftir bankahrunið þá hrynur traust á helstu svona stofnanir samfélagsins, gagnvart Alþingi, gagnvart dómskerfinu, gagnvart bönkum sannarlega, gagnvart fjölmiðlum, en þrátt fyrir að flesti virðist vera meðvitaðir þetta, þá virðist okkur vera mjög mislægar hendur það hvernig við höfum að takast á að auka þetta traust. Flestar aðgerðir sem gripið til á undanförnum árum. Við getum séð hvernig var haldið á Landsréttarskipan, við getum hort á hvernig þetta uppreist ærumál var í sumar og núna þetta er allt aðgerðir sem eru svona í andstöðu við opið og gagnsætt lýðræðislegt samfélag en ekki einhvern veginn skref í áttina því. Já. Og þetta er einmitt það sem við höfum verið að benda á í gagnsæi, við höfum verið að gera það síðan félagið var stofnað fyrir 2 árum og munum halda því áfram. Kannski rétt að taka fram að gagnsæi er félagsskapur sem er í aðildarferli að Transparency International, það er svona okkar markmið að verða landsdeild í Transparency International og þannig að við höfum svona leitumst við að vinna með stjórnvöldum og þess vegna þegar það sem við höfum lagt áherslu á er einmitt að benda á að þetta skilningsleysi á ábyrgð og eðli opinberra embætta er svo átakanlegt hérna og það kemur einmitt fram í því að stjórnmálamenn eru hvað eftir annað að taka algjörlega vitlausar ákvarðanir hvernig þeir eiga að umgangast viðkvæm stórmál og spilla þar með trausti fyrir sér og kerfinu í heild sinni. Ég held í mörgum tilfellum þá sé það ekki þannig að það sé einhver annarleg sjónarmið endilega baki. Þetta er meira þrjóska, skilningsleysi og einhvern veginn viljaleysi til þess að vinna með samfélaginu, vinna með frjálsum félagasamtökum af því að finna leiðirnar til að bæta kerfið. Við bætum það ekkert í einu vetfangi en hægt og hægt með réttum aðgerðum þá væri alveg hægt að endurvinna traust á stjórnmálunum held ég. Kannski benda líka á að það er einmitt 2 stjórnarmenn í gagnsæi eru að birta grein núna í næsta hefti tímaritin stjórnmál og stjórnsýslu sem að greinir dálítið þessa breytingu á trausti og þetta er svo sláandi að sjá það hvernig
bara ef þú horfir á gröfin yfir sko traust á stofnunum, hvernig það breytist við hrunið og hefur ekki farið á nokkurn nátt tilbaka. Þar að segja við sjáum svona strúktúrbreytingu á trausti þar sem að það verður í rauninni ekki lengur, ef við orðum það svo, ef þú gengur út á götu fyrir hrun og spyrð Jón Jónsson, þá getur þú búist við því að hann hafi meira og minna traust á grundvallarstofnunum samfélagsins. Eftir hrun getur þú ekki búist við þessu. Og þetta hefur ekki breyst tilbaka. Og þetta í rauninni, þetta í rauninni, ég veit ekki hvaða lýsingarorð ég á að nota, þetta skelfilegt ástand sem að stjórnmálamenn ættu að vera miklu hræddari við heldur en það virðast vera. Og það má líka segja að það ríki ákveðið skilningsleysi gagnvart því hlutverki sem fjölmiðlar eiga að gegna. Maður heyrir það á erlendu kollegum sem hafa verið að hringja og óska skýringa á atburðum síðustu vikna, annars vegar hótunum fyrrverandi forsætisráðherra það að stefna fjölmiðlum eftir hrun og ekki síður náttúrulega þessu lögbanni þegar stjórnvald setur lögbann á fjölmiðlaumfjöllum sem ekki orðin og að reyna að botna eitthvað í því en gera það ekki. Og allir segja, við vitar ekki hvernig fjölmiðlar, hvað hlutverki fjölmiðlar að gegna í lýðræðissamfélagi. Erum við að, kannski eitt af vandamálunum okkar að það ekki nægilegur skilningur á því hvernig fjölmiðlar eiga að virka? Já, ég held það og kannski líka bara ákveðið sko viðhorf til þess hvaða aðferðum fjölmiðlar beita. Ég held að ef við bara skoðum fjölmiðlana í nágrannalöndunum, við þurfum ekki að fara lengra en til Svíþjóðar eða Danmerkur, þá sjáum við að stjórnmálamenn eru miklu þjálfaðri í að taka við vondum spurningum. Þeir láta ekkert sko setja sig úr jafnvægi, menn átta sig á því að þeir þurfa bara að sætta sig við að vera kallaðir inn í stúdíó eða koma í viðtal hjá fjölmiðlum sem að spyrja þá mjög fjandsamlegra spurninga, eru markvisst að reyna að fá þá til þess að viðurkenna eitthvað eða jafnvel tala af sér. Þetta bara partur af því sem að kúnst stjórnmálana hlýtur að geta tekist á við. Leið og menn standa frammi fyrir svona viðhorfum og þá bara hætta þeir að tala við ákveðna fjölmiðla eða kvarta og kveina eða eitthvað slíkt og þetta náttúrulega ber vitni ákveðið skilningsleysi á hlutverki og nauðsyn og mikilvægi fjölmiðla. Eitthvað sem hægt að gera annað en bara svona innprenta það í stjórnmálamenn að þeir þurfa að breyta sínum hegðunum? Menn getum við sett eitthvað ramma eða gera eitthvað sem getur breytt í regluverkið eitthvað slíkt til þess að breyta þessu ástandi? Það þarf að setja stjórnmálamönnum mörk og hver getur gert það, almenningur getur gert það, fjölmiðlar geta gert það, en á endanum þá þarf að verða vitundarvakning eða viðhorfsbreyting í kerfinu og ég held að það getur orðið smátt og smátt með því að stjórnmálamenn, eða sem sagt stjórnsýslan, hún takist aldrei á við þetta, það séu settir upp svona strúktúrur í kerfinu sem að fjalla þetta. Það geta verið annars vegar strangari reglur hagsmunaskráningu og annað slíkt. Við höfum líka bent á að það sé mjög mikilvægt að gleyma ekki atvinnulífinu í þessu sambandi. Lög verndun uppljóstrara, eitthvað sem vantar á Íslandi og fleira slíkt. Ég meina, þetta eru bara margar aðgerðir sem að þarf að fara í og í sjálfu sér þá er rétt að líka taka fram að stjórnvöld hafa vissulega verið að gera eitthvað í þessu. Ég meina, við erum að taka við skýrslum frá OECD og GRECO þar sem mjög beitt gagnrýni á ákveðna vankanta og það verið að gera eitthvað en það bara allt of lítið og það allt of svona lágt forgangsraðað, skulum við segja. Og ég myndi segja ef að menn tækju sér dálítið á og settu bara kraft í það að taka þessar spurningar og þessi vandamál alvarlega, ég meina, þá held ég að það muni skila sér í sko breytingu á trausti almennings til stjórnmálana. Jón Ólafsson, takk kærlega fyrir komin í Hjarnan.